Hæ, Snædís heiti ég og menntaður matreiðslumaður og í kokkalandsliðinu. Í dag ætlum við að elda lambabóg með sætkartöflu Hesselback og rauðkálssalati og í dag góður og það hann Matti Matt, söngvari. Hann ætlar að vera með mér. Já, hæ. Gjörðu svo vel. Já, og ég elda líka. Já, þú ert að fara að vera með mér í þessu. Ok, geggjað. Og svo. Svona, ég klár. Já, snill. Hefur þú eldað lambabógar? Já, ég hef gert það. Ég ger það nú reglulega að kaupa svona heila skrokka og nota allt og þá reyni ég að elda lambabóginn einmitt líka. Ég mist hann svona, semst ef ég og konan erum bara 2 heima þá er kannski óþarf að fara heilt lambalæri sko. Já, akkurat. Eða lambahrygg. Aðeins minna kjöti en alveg hrikalega gott kjöt. Já, akkurat. Alveg geggjað sko. Já, snillt. Við ætlum bara að fara að byrja. Ok. Við ætlum semst að krydda lambið og brúna það bara með salt og pipar. Ok. Bara svona létt. Það var líka alltaf borðaðar í gamla daga sko lambabógur hjá mér heima á Dalvík sko. Já, akkurat. Það var aðeins ódýrara heldur en að kaupa lærið sko. Já, einmitt. Bara hérna. Það var allt svona upp á svolítið svona gamaldags mátan sko. Það var bara einmitt, salt og pipar, aðeins svo mikið að salti eins og var svolítið, pabbi var búinn að borða aðeins svo mikið að salti gegnum tíðina sko. Já. En svo var það bara óra, þú veist, það var bara óraveisla sko. Græna bönurnar. Græna bönur frá óra og rauðkál og... Einmitt. Og bara brúna sósan og allt svoleiðis. Já, herru, hérna ætlum við að gera sjóðinu krækiberjasafa. Er það sósan þá eða? Já, við ætlum semst að setja í soðið. Já. Og sjóða það niður. Ok. Þegar það klárt. Þarna fór það í gang. Já. Og ertu þá að nota soðið bara af bógnum og svo krækiberjasafan? Já, akkurat. Okay. Og við bætum smá kjúklingasoði út í. Okay. Já, að nota kjúklingasoð, ok. Já, með. Ég ætla að leyfa þér að skera niður grænmetið. Ok. Viltu fá það fínsneitt eða grófskorið? Það má bara vera svona gróft, já. Frekar gróft? Já. Og er það allt þetta hérna? Já, og timjanið líka. Timjanið líka? Já. All right. Þá byrjum við bara á... Alveg svona gróft bara? Já, þetta er flott. Ok. Já, hvað eldar þú svona venjulega í dag með svona lambabó? Með lambi? Já. Sko, ég var nú bara með lambalæri í gærkvöldi heima, sko. Já, ok. Og í dag finnst mér rosalega gott að ég nota svolítið sætarkartöflur. Já. Mér finnst það mjög gott. Ég reyndar baka líka mjög oft kartöflur. Mér finnst það rosalega gott að taka bökunarkartöflur, skera þær í tvennt, taka svona þverskurðin á þær. Já. Heitir það ekki Hasselback? Eða eitthvað svoleiðis? Hvað heitir það? Er ekki eitthvað svoleiðis? Og svo tek ég svona heilar gulrætur og oppbakaðar með. Já. Það er bara uppáhaldið mitt í dag. Já, það er ótrúlega gott. Já. Akkurat. Úps. Ég semst að bara saksa niður í það sem að fer inn í ofnin með. Já. Og bara setja það hérna onni. Geggjað. Þú notar appelsínu börk. Já, við ætlum aðeins að setja svona smá bitur í það. Ok, skemmtilegt. Ég var að prófa það heima. Já, kemur svona smá keimur. Setja þetta með út í. Þetta er bara 1 lítur. Hvítlaukur og allt með þér. Já. Það kom bara svona í fend. Já. Má ég þá bara setja þetta onni í það? Já. Hér er búið að spritta sig og þvo hendur og allt, engar áhyggjur. Við erum í toppmálum hérna. En sko, þú ert nú líka frá Dalvík, eða ekki? Jú. Já. Við erum fjölskylduvinir. Við erum fjölskylduvinir, sko. Og höfum borðað líka saman. Já, þess vegna er ég svona heppinn að fá að koma og borða hérna, sko. Við höfum oft eldað saman. Nei, við höfum ekki oft eldað saman. Við höfum eldað saman.
Við höfum eldað saman. Ég fekk að prófa að elda með þér smá sushi. Já, alveg rétt. Sem að mér varst alveg ótrúlega skemmtilegt. Já. Og ég verð nú að játa það að held ég eitt besta sushi sem ég fengið á ævinni. Já, takk fyrir það. Það er nú kannski, pínúti ég fekk að gera smá, en það var nú aðlega þú. Nei, við setjum þetta bara beint. Bara beint onni, ekkert að skera þetta neitt. Og þá lambið tilbúið. Ok. Og líka berin? Nei. Nei. Það fyrir sósuna eftir. Ok. Hérna sem lambið. Ok. Við setjum það bara hérna onni. Svo hellum við sem safanum svona yfir. Ok. Og þá litast lambið. Já. Þá verður þetta alltaf svona dökkt á litin. Bara utan. Ok. Svona. Þetta lítur vel út. Svo þetta inni í 7 klukkutíma. Ok. Á hvað miklum hita? 80 gráður. Ok. Lefum því bara að malla. Og þá býðum við aðeins hérna í 7 klukkutíma. Og þá ætlum við hérna að... En svo reyndar eldaður líka einu sinni fyrir mig algjörlega hérna nautasteik, sko. Já. Það var líka á fiskidaginn á Dalvík. Já, akkurat. Það var eitthvað svona dry aged, alveg rosalega flott kjöt, sko. Það sömuleiðis hinn besta steik sem ég fengi, þannig ég hlakka svo til að smaka þetta lamb. Já, takk fyrir það. Það er svo fyndið nefnilega að eftir að komst að þið bjóð til sushi á fiskidaginn, þá varstu alltaf farin að mæta heim. Já. Ég tók alveg eftir því til þess að stelast í einn bita. Og syniðinni líka, þeir eru alltaf hrifnir af... Þeir elska sushi, sko. Já. Það er bara, ég rosalega heppið með það að börnin mín, eða strákarnir mínir, þeir eru allir þannig að, sko, ef þeir með að ráða hver í matinn, þá er það ekkert eitthvað hamborgarar eða pítsu, sko. Nei. Það er bara humar, sushi eða lamb. Þeir eru mjög hrifnir af lambi, sko. Og náttúrulega tengingi mínu við lamb þegar ég var ungur, sko, er að það var alltaf lamb á sunnudum. Já. Alltaf. Já, svona Sunday roast. Já. Já, einmitt. Og það var alltaf þessi gamla góða traditional, sko, bara soðnar kartöflur á hátíðustöfum fengu þær að vera brúnaðar, sko. Já. Og ég er, sko, yngstur af mínum systkinum, sko. Já. Og það var bara slagsmál. Það var bara sá sem að ætlaði að fá að borða, hann þurfti bara að borða strax og það var ekkert annað í boði. Ef þú borðar ekki strax og fékkst þig mikið, þá fékkst þig bara ekkert að borða. Nei. Og þannig var það bara á mínu heimili. En svona, já, reyni ég nú að hafa bara alltaf rólegan matatíma, allir að taka sinn tíma í að borða og hafa það gott, sko. Já, einmitt. Það var ekki þannig á mínu heimili. Nei. Herðu, ok, við ætlum að fara í Hasselback, kartöfluna. Mér finnst gott að hafa aukabretti, eða það er hægt að nota sleif, til dæmis. Þú hefur gert Hasselback. Já, ekki með sætri kartöflu. Nei. Því að þú sagði mér einmitt að þú er svo hrifin af sætri kartöflu með lambinu. Akkurat. Það er þetta bara að skera. Bara ég byrja oftast bara, þetta þarf ekki að vera fullkomið, sko. En ég nota brettið sem að fara ekki alveg í gegn. Já. Af því að það getur alveg stundum gerst og hún er stífari heldur en eins og bökunarkartöflur. Já, akkurat. Og svo finnst mér bara gott að snúa. Og skerðu svona niður í halva kartöfluna cirka. Já, eitthvað svoleiðis. Prófa þetta. Á ég að prófa? Já. Það sjá. Já, hún er svona mikið stífari en venjuleg kartöfla. Já, og þú varst að segja mér að þú varst að koma úr stúdíónu. Já, heyrðu, það er nú margt að gerast núna, sko. Maður er búinn að nota þennan COVID-tíma svona nokkuð skynsamlega. Já. Það er svona að reyna það. Að reyna að sökka sér ekki bara í þunglindi heima, sko. Akkurat. Og þannig ég er búinn að vera á fullu bara að búa til tónlist. Já, ok. Sem er svona, snúa. Já. Sem að er að skila sér í því að sem sagt, ég var núna að klára að syngja inn á jólalag. Já. Sem að er að koma út bara núna næstu viku með Vigni Snæ og Jeggvan Hansen. Já. Og þetta Já, þetta er flott. Þetta er bara magna. Og var að klára bara að syngja það fyrir hálftíma síðan í stúdíói, sko. Já, ok. Og sem er nú ekki það eina sem ég er búinn að vera að gera því að semst föstudaginn næsta, þá er að koma út alveg heil plata. Já. Það sem að með tónlist sem ég er búinn að vera að vinna síðustu 7 ár. Vá, magna. Já, og það er svona, sko, plata sem ég er búinn að láta mig dreyma að gera síðan ég var 16 ára að byrja í tónlist. Já. Og það er, má segja,
Já, þetta svona gamaldags plata og þetta eru 13 lög og það saga í gegnum alla plötuna, sko. Þetta kemur bara út á 2-földum vínil í svona hágæða útgáfu og vonandi á einhver eftir að nenni að hlusta á þetta. Þetta er svolítið tónlist bara fyrir mig, sko, en ég er alveg viss að margir eftir að njóta þess að hlusta á hana, sko. Og er þetta svona persónuleg saga? Eða er þetta bara einhver Nei, þetta er svona svolítið skáldsaga, sko. Þetta skeður svolítið í svona einhverjum heimi sem er ekki alveg, já, svona eins og hefði geta mögulega farið ef Trump hefði verið kosin aftur sem forseti, sko. Já, ok. Það er alltaf smá pólitískt. Hefði geta farið illa, sko. Já. Herri, já. Við ætlum að dressa þetta eins. Ok. Við ætlum að setja hunang á þetta. Já. Eða salt og olíu. Ok. Bara setja Byrjar þá að setja olíuna eða? Já, setjum smá olíu. Sjá. Mér finnst gott að vera með ólífuolíu, sko. Ég er svolítið svona í smjörunni ennþá svolítið þegar... Já, það er líka gott, sko. Ég er náttúrulega bæðið saman, mér finnst það voða gott. Svo bara saltið. Þetta höndlar alveg... Alltaf að salta svolítið vel. Já. Svona. Og svo hunangið. Nóg af því. Þetta er svona sykra brúnar kartöflu fílingurinn, sko. Já, ok, það er en samt með aðeins, já. Brúnast pínu með hunanginu. Já, ætti að gera það. Ég hef stundum brúnað með svona sírópi. Já, það er líka ótrúlega. Mér finnst það rosa gott. Já. Setjum þetta bara inn í ofn. Þetta er kannski svona svipaður fílingur þannig. Já. Á 200 í hálftíma. Ok. Það ætti að vera nóg. Og svo ætlum við að fyrir rauðkálið. Já. Er það heima tilbúið? Já, þetta er eiginlega dálítið bara svona ferskt rauðkálssalat. Já, ég skilji. Sem að vinna með svona fersku. Venjulega er þetta sykrað og svona, sko. Þú er ekki treyst mér í að skera það? Hæ? Nei. Það er sko nota mandolín og svona. Já, ok. Í það, þannig að Mandolín, hvað er það? Það er svona japanskt svona skurðartækni. Já, skurðartækni mitt. Já. En við ætlum að vera með það er samt alveg líka smá sætt. Ok. En ég ætla að leyfa þér að saxa myntuna og steinseljuna. Já. Viltu fá hana fínsaxað út í að... Nei, bara svona þunnar svona strimla. Ok. Borðar þú alltaf rauðkál bara úr krukkunni? Nei. Sko, ég geri það alveg. Já. Mér finnst það alveg gott. Já. En Við skulum ekki blanda þessu saman. Ekki þessu? Nei. Hvað vildur fá hana? Já, þú mátt saxa, en við skulum ekki blanda þessu saman. Nei. Sko, ég allavega svona til hátíðabrigða eins og jól og annað, þá bý ég nú til mitt rauðkál, sko. Já. Og hvernig gerir það? Ég bara, kaupi bara stóra rauðkálshausa og saxa það niður í, mér finnst gott að það frekar gróft mér að segja. Já. Og svo síði það niður bara og já, ég bara næ uppskriftina rétt fyrir jól og rifja það upp. Ég man það ekki alveg. Nei. Ok, þetta er flott. Já. Ok, við ætlum semst bara, þetta er fyrir kartöflunar. Ok. Skulum bara gema þær á meðan. Þetta er bara flott hjá þér. Svona. Og við ætlum að blanda saman rauðkálssaldinu. Ok. Og í því er semst þessi mynda. Bara að setja það hérna úti. Þetta var bara rauðkál hérna fínt saxað ofan í þarna. Já, og svo ætlum við að setja smá læmsafa. Þetta ætlum við aðeins að þrífa hérna. Mér finnst þetta svo skemmtilegt, ég er svo mikill áhugamaður mat, sko. Já, akkurat. Ég elska að fá nýjar hugmyndir. Ég er svona ekki duglegastur í að fara í uppskriftirnar, sko. Nei. En ég elska að fá hugmyndir og búa til eitthvað nýtt út frá því, sko. Já, algjörlega. Það er líka svo margt í boði. Maður getur farið bara á YouTube og það er svona Facebook, sko. Það er bara svona alls konar grúppur. Ég er líka nokkuð duglegur að fara á Netflix og skoða svona matar. Stóru kokkanextorið í heimi sem er allir með einhverja Michelin staði og já. búandi til einhver frauð og hitt og þetta.
Svo hef ég gaman á barbecue-kóngnum líka. Já, hann líka flottur. Hann flottur. Hann mjög skemmtilegur. Já. Ég að bíða eftir hann bjóða mér í mat. Já. Ég vona að sé að horfa. Herru, ok, við ætlum að setja döðlur. Já. Þetta 1 bolli döðlur. Bara svona. Og svo getost. Við setjum það líka bara núna. Við ætlum að reyna að blanda þessu síðan einhvern veginn saman. Svona. Svo stráðu þessu yfir. Gott að ná í... Það eru tilbúin með skeiðar og slíkt. Já, til að blanda þess aðeins? Já, blanda þessu hérna. Svona. Salt. Smjör. Svona. Og olíu. Bara svona dass af henni? Já, bara dass. Svo blanda þessu betur saman hérna. Það átti að vera með aðeins stærri skál. Já. Þetta er svona. Þetta fer bara aðeins á borðið? Svona. En ég er nýfarinn á tökum á því að sko að elda ekki of mikið alltaf. Ég elda alltaf of mikið. Já. Áttir erfitt með að reikna með svona cirka hvað? Já, ég er svona típan sem á til að vera bara með 7 meðlæti og allt of mikið af kjöti og allt of mikið af sósu. Það er alveg gaman daginn eftir, sko. Já, akkurat. Bara svona afgangs, þá þarf ekki að elda. Nei, nákvæmlega. Svo bara dressið þessu hérna yfir. Já. Trilla bara svona klárt. Svona. Halda allur hrein og fín í. Já. Ég er ekki eins góður í því. Nei. Konar svona kvartastundum aðeins yfir því að eldhúsið sé svona eins og eftir kjarnorkuárás. En þú endar alltaf með góða mat. Já, það er það sem skiptir máli. Ég er góður kokkur, þó ég segi sjálfur frá. Það eru margir vinir mínir sem hafa matarástafnir, sko. Elska að koma í mat til mín, sko. Herðu, þá er þetta tilbúið. Já. Þetta lítur vel út. Þá er kartaflan. Hún ætti að vera klár. Já. Svona. Mér finnst nú gott að setja aðeins meira hunang. Já, svona eftir að þú ert búin að elda kartöfluna. Svona. Þetta lyktar vel. Já. Það er líka svo þægilegt með þetta. Það er hægt að undirbúa þetta bara daginn áður. Já. Til dæmis, þú veist, ef þú ert með matarboð eða eitthvað og geymist þetta bara mjög vel í kælinum. Já, en þú foreldrar eða ekkert svoleiðis daginn áður eða ert með eitthvað matarboð eða svoleiðis, þú veist, þú Jú, bara eldaðir alveg. Já, ok. Það er bara... Svo bara hittar það aðeins aftur með hunangi yfir. Ef þú ætlar til dæmis að búa til lambabóg eða eitthvað. Já. Þá er bara snillt að vera tilbúin með meðlætið og bara rétt svo að hita. Ok. Svo ætlum við að drissa hérna smá ristum pekannhnetum. Ok. Svona. Gott að ég er ekki með netofnami fyrir neina. Nei. Ég hefði að spyrja. Já. Nei, ég er góð með það. Svona. Þetta er klárt. Ég þarf að taka með þetta fyrir mig, þetta er að ganga frá jafnóðum, já. Já. Maður er alltaf svona þjálfast í því þegar maður er búinn að vera að vinna í eldhúsi og svona. Já. Svo náttúrulega í keppnum og það þarf alltaf að vera tipp-topp. Þú ert náttúrulega búinn að vera að fara út allt með kokkalandsliðinu. Já, akkurat. Þá er lambið tilbúið. Ok. Þessi 7 tímar liðu hratt og örugglega. Þetta er alltaf þungt. Svona. Það er bara þessi. Já, það er flottur litur á... Já, hann verður svona dökkur, sko. Já. Ótrúlega skemmtilegt. Ég ætla bara að færa
Hendur hérna yfir. Svona. Tökum það upp úr og leyfum því að hvíla. Já, þú ert svona ekta kokkur með svona asbesthendur. Já, Þolir hitann. Einmitt. Bara leyfa því að hvíla. Ekki gera þetta svona heima, notið þið hérna áhöld eða eitthvað. Ok, við ætlum að sigta. Sigta soðið. Sigta soðið. Ok. Ég ætti nú að geta að halda á þessu. Þetta er það heitt. Aðeins og heitt. Ok. Getur þú hjálpað mér? Já. Ok. Það reyna að sletta ekki á þig. Já. Svona. Já, það myndi fötin lítast eins og kjötið. Einmitt. Geggjað. Þetta lyktar alveg sko. Svona. Svona. Flott. Smá sull. Já, smá svona. Já, já. Það fylgir þið að fá mig í eldhúsi. Ok. Það er geggjulykt að þessu sko. Svo ætlum við bara að sjóða þetta niður. Já. Ok. Ég er svo léleg með svona span sko. Ég er nefnilega gasmaður sko. Já, það ekki? Jú, og Já. ég er búinn að eiga sko, ég er búinn að vera með gas síðan 98 Já. og hef alltaf bara leitað í gasið. Mér finnst það svo geggjað. Já, það er nefnilega mjög skemmtilegt. Ég er alltaf að reyna að plata Ingvar pabba. Já. Ég að kaupa að vera með gas, eða áður hann setti upp nýja eldhúsið. Ég reyndi að fá hann í þetta líka sko. Já, það ekki? Ég sýndi honum hvað þetta væri geggjað sko. Já. En hann vildi þetta ekki. Nei, hann er svo smeykur við gasið. Hann er svo hræddur við gasið. Ég er með gasið fyrir utan hús sko. Já. Og þú veist, þetta er ekkert mál, bara að fá bara góðan mann í að leggja pípurnar og þá er þetta upp á 10 sko. Nákvæmlega. Herru, ég ætla að sýna þér síðan hvernig við transferum kjötið. Já, hvernig maður sem sagt... Fyrirgefðu, skerðað. Ok. Það er bara... Ég er nefnilega sko, mér veist ekkert mál þannig að skera læri. Ég hef verið pínu meira vesinu við bóginn sko. Já. Þetta er sko, fyrir fólk sem veit ekki hvað bógur er, þetta eru framlappirnar og og öxlin, þú veist. Já, þannig að við getum ímyndað okkur að þetta er svona öfugt spurningamerki. Já. Beinið, hvernig það liggur. Það er hérna, svo kemur það svona. Akkurat. Skilur við. Og og öxlin er, herðablaðið er hérna. Ok. Þannig að, og það eru kúlur hér sem maður sér. Já. Bara byrjar á því að skera hérna inn. Ok. Svona. Er þetta svona helsti vöðvinn á bóknum? Já, ég myndi segja það. Og svo er annar, hann er hér. Ok. Og hann er aðeins fyrir neðan, sko. Það er bara svona, það er svona, það fikrar sig áfram, sko. Það ná sem bestri nýtingu. Já, einmitt. Það er kannski betra að með svona. Og svo er það þessi hérna. Já. Og hann er flatur. Ég held að það flækist alltaf fyrir fólki. Já. Hann liggur svona flatt. Þá er það bara að skera beint hérna ofan á. Og svo bara meðfram beininu. Já, akkurat. Svona. Svo bara hægt að skera þetta svona. Sniður. Svo er náttúrulega skankinn hérna uppi. Já. Það er bara hægt að skera hann, þú veist. Bara þannig sé eins og að læri. Já, Þannig sé. nákvæmlega. Já. Svo er hægt að skera af þessu og geyma þetta og búa til alls konar rétti. Já. Þú veist, afgangsemitt. Skera þetta. Svona. Og já. Þarna kom kjöt. Hérna kom kjöt. Úps. Soðið er að vera nokkuð vel niður soðið þarna. Já. Sósan. Já, sósan. Ætlum bara að kemur þetta.
En hvernig fórst þú frá því að vera bara lítil stelpa á Dalvík yfir að vera orðin kokkalandsliðskona? Hvað? Ég bara veit það ekki. Hvar kom áhuginn? Hvað gerðist? Ætli það hafi ekki verið bara sússið. Já, er það ekki? Jú, ég held það sko. Ég man þú varst alveg á kafi í sússíinu. Já, það heillaði mig alltaf sko. Og já. Ég hef nokkru svona búið til sússí, það er ótrúlega gaman. Já. En svona, já, ég nenni því ekki mjög oft. Ertu mikið í að búið til sússí heima hjá þér og bjóða fólki heim? Ekki mikið, ég hef gert það. Já. Já. En ég leita frekar í lambið ef ég er að bjóða fólki heim. Það er bara aðeins að... Svona. Já, ok, snillt. Þá er það bara að klára sósuna. Já. Já, við ætlum að setja þetta hérna á kartöflurnar. Svona aðeins grænt. Já, náttúrulega kemur rosalega skemmtilegu litur á þetta líka. Já, akkurát. Hvað með þetta litin frá rauðkálinu og litin frá þessu græna og... Já. Herðu, já, við ætlum að klára sósuna. Já. Og það er bara salt og sítrónusafi. Já, sítrónusafi. Já, aðeins til þess að pimpa hann upp. Ok. Svo. Já. Svo. Já. Á ég að gera þetta? Já. Ok. Þú mátt... Við ætlum að fá alveg allt hérna á ný. Já. Svo. Ég reyni að láta steinana fara ekki ofan í hérna. Svona. Þetta er blóðsveð. Það ekki? Jú. Ok. Hvað er ná í... Sultu með lambakjötinu einu. Já. Þá ætlum við að gera smá tvist. Ok. Og setja sultu. Albláberja sultu. Ok. Og ný Ofan í sósuna. sósuna, ok. Það er þessi hérna. Ok. Aðeins að... Það er bara svona smá. Ok. Svona ein matskið. Þá er hún eiginlega bara klár. Ok. Svona. Viltu smakna? Já. 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 Bláberin gerir ekkert smá gott, Er það sko. ekki? Geggjað. Já. Það er góður kraftur í henni. Algjörlega. Ég held Já. að það sé líka út af, þú veist, ef fólk vill breyta til, Já. þú veist, í staðan fyrir rauðvín. Já, algjörlega. Algjörlega. Þannig að það er svo margir sem nota rauðvín. Þetta Já. er bara, þú veist, íslenskt. Það er rosa gott svona að berja Já. bragð af henni, sko. Svo er fyrir fólk sem vill, þá er hægt að setja blóber Ok. út í sósuna. Bara svona, Bara smá. bara smá. Svona. Og við ætlum núna að ný skeið. pleita. Já, ég veit. Hugsaði bara, nú ætlum við að pleita. Já. Smakka matinn, að það ekki? Hvað er pleita á íslensku? Það er... Fyrirgefðu. Diska upp. Ég var Diska að hægt upp. að tala þessu kokkamáli. Já, já. Ok. Það semst... Þú maður diska upp. Ok. Það er bara hérna... Lambakjöt. Svona. Já, ég hef stundum lent í vandræðum með að gera þetta svona fallegt, sko. Já. Við ætlum að gera þetta aðeins fallegt í dag. Ok. Við erum allavega með alla litina í það og Já. allt svoleiðis. Hérna. Svona. Og svo kálið. En mér finnst nefnilega sko bóurinn, mér finnst það eiginlega jafnvel betri en lærið, sko.
Já, kjötið á ég er honum. eiginlega sammála þér, sko. Hann er svo rosalega mjúkur og góður. Já. Ég hef einmitt verið að svona prófa með þess áfram með að hægelda og svo leiðis, sko. Já. Og mér er þess að sous vide. Það er nú ekki margir kokkalandsliðsmenn sem myndi vera ánægðir með hérna hrygginn sem ég gerði daginn. Ég átti bara gaddfreðinn risa hrygginn í hérna fristi. Já. Og ég vissi að ég myndi aldrei ná að láta hann þiðna fyrir kvöldið. Þannig ég bara skellti honum í hérna plast. Já. Og sous vide hann í 7 tíma og borðaði hann síðan kvöldið og hann var geggjaður. Það var hrikalega góður. Þetta er náttúrulega bara svona mjög sniðu innfallslaus. Já, þetta er svona kannski ágætislega til að sko þýða hann líka í leiðinni, sko, fyrst að hann var gaddfrósinn, sko. Akkurát. Svo ætlum við bara að setja smá sósu. Svona. Já, Þetta er fallegt. Svo ég ekki bara að smakka þetta? Ég er til í það. Til þess kom ég hingað. Svona. Ef við bara byrja. Já, byrjum bara. Það sé hann. Vá, hvað krækiberi kemur sterkt í gegn í kjötinu. Já. Það er geggjað. Já. Þetta er ekkert það erfitt. Get Það ekki græja talað. svona. Get ekki talað, ég er að borða. Vá, þetta er hrikalega gott kjöt. Já, afsakið, ég verð að fá eitt bitan. Já. Algjörlega, mér langar til að koma í mat til því næst og þú eldar eitthvað fyrir mig hérna. Ég var að elda fyrir þig lamb. Er það ekki? Eða eitthvað annað. Já. Ég ætla ekki að elda fyrir þig sushi, þú ert betri í því en ég. Já, við gerum bara mamma. Já, algjörlega. Ekki? Til í það. Já. Herru, já, ég vil bara þakka þér kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Ég hlakka bara til að það verði slökkt á vélanum og við getum klárað þennan mat. Já, algjörlega. Herru, við segjum þetta gott. Takk fyrir. Takk fyrir.